Hér eru fjallað kafla 61 til 65 í Egils sögu og þegar hér er komin sögu þá er frá því að segja að Hákon Aðalsteinsfóstri, einn svona Haralds hárfagra, hann kemur til Noregs og hann ákveður að berjast við Eirík bróður sinn. Þeir berjast bræðurnir, Hákon hann vinnur og Eiríkur hann flýr. Eiríkur og Gunnhildur flýja land, flýja frá Noregi og Arnbjörn, vinur Egils, hann fylgir með þeim og þarna er Egill Skallagrímsson í rauninni bænheyrður því að hann hafði sett upp hrosshaus og hann hafði óskað þeim norður og niður og hann hafði flutt níð gegn Eiríki og Gunnhildi og þarna er rauninni rætast hans óskir. Nú Eiríkur hann fer og herjar í Englandi en að lokum að þá nær hann sáttum við Aðalstein Englandskonung og Aðalsteinn setur hann sem landvarnarmann sinn, fær honum þarna Norðimberland til umráða í Englandi og þar á hann að vera. En svo segir að Gunnhildur kona Eiríks, að hún láti efla seið og seiður er galdur og í seiðnum að þar segir hún og biður hún að Egill muni koma til sín. Hann muni aldrei finna fyrir ró á Íslandi fyrr en að hún muni sjá hann. Og það gerist að Egill, hann situr á búi sínu á Íslandi og þessi seiður er það öflugur. Hann fer að finna fyrir einhverju ógleði og sagt að hann verði ókátur. Það er þunglyndi sem herjar á hann og síðan lýsir hann því bara yfir. Hann ætlar sér að fara til Englands og hann tekur með sér 30 manna, 30 menn, Ásgerður eftir og Egill segir að hann ætli sér að fara á fund til Aðalsteins konungs því að hann hafi verið með Þórólfi bróður sínum hjá Aðalsteini konungi og hann ætlar að fara og sjá hvað Aðalsteinn vilji gera fyrir hann. En á leiðinni þá hreppir Egill vont veður og þótt það sé vont veður þá ætlar hann ekki stoppa við í Orkneyjum því að hann heldur að Eiríkur sé þar við völd Noregskonungs nái það langt og það verður að muna til því að Egill hefur ekki hugmyndum að Eiríkur sé ekki lengur konungur í Noregi. Vegna þessa bardaga milli bræðranna þá var búið að banna að skip myndu sigla til Íslands og þar af leiðandi bárust engar fréttir til Íslands það að það hefði orðið konungaskipti í Noregi. Þannig að Egill heldur Eiríkur sé ennþá við völd í Noregi. Og allir tekst að beita skipi sínu suður fyrir Orkneyjar og hann kemur þangað að landi við Himrumynni og þetta er fjörður sem heitir Humber og á sem heitir Humber í Englandi. Þeir sem hafa áhuga geta nú flett því upp og þar er mikið óveður og þeir taka til bragðs bara að sigla skipi sínu bara upp í land og skipið brotnar. Og þá tekur hann ekki vel við því að Egill hann fær að heyra það að þarna á þessu svæði þar sé Eiríkur konungur blóðöx fyrir og Gunnhildur. Þau séu þarna skammt í burtu hjá borginni Jórvík sem við þekkjum nú betur sem York og nú eru góð ráð dýr. Og nú hefur Egill þann kost að reyna að fela sig og reyna bara að flýja en Jórvík er nú ekki langt þarna í burtu, höfuðstaðurinn þarna á þessu svæði og í dag er nú kannski ekki nema klukkutíma akstur á milli Himrumynnis og Jórvíkur. Þannig að Egill ákveður bara að halda í ferð, að færa sér hest og hann heldur til Jórvíkur. Og á leiðinni þá náttúrulega hefur hann góðan tíma til að hugsa sinn gang og hvað hann ætli sér að gera. Hann er búinn að heyra það að Arnbjörn, besti vinur hans, sé þarna ennþá að þjóna Eiríki og hann ákveður þegar hann komið til Jórvíkur að byrja á því að finna sinn gamla vin Arnbjörn og banka upp á hjá honum
En munið það, Ari Björn fóstbróðir konungs og í náum samskiptum við konung, þannig ef einhver getur komið sáttum á milli konungs og Egils, þá það Ari Björn. En við skulum ekki gleyma því hvað Egill búinn að gera á hlut konungs. Og þetta verður ekki einfalt mál. Egill kemur til Ari Bjarnar og þar verða fagnafundir og að sjálfsögðu Ari Björn tilbúinn til þess að hjálpa honum. Og ráð Ari Bjarnar eru þau að Egill skuli fara á fund konungs og hann skuli vera eins undirgefinn konungi eins og hægt og hann ráðleggur honum að koma og taka fót konungi. Og þetta gerir hann. En áður en að Egill kemur inn þá Ari Björn búinn að undirbúa þetta svolítið og segir, hér kom maður sem kominn til að sættast við þig, búinn að koma langan veg og hann kom hérna siglandi langan veg aðeins til þess að koma og sættast við þig, sem náttúrulega bara kjaftaði. Þannig að þetta bara góðvilji að baki þessari ferðast til að koma hingað og hitta þig. Þannig að byrja þær að smíða fyrir konungi. Jú, en Egill kemur inn og tekur fót konungs og byrja bara á því að smjadra fyrir honum með því að fara með kvæði fyrir hann. Þessi kominn þarna langan veg til þess að taka og hitta þennan merkilega konung. Og einhver áhrif hefur þessi vísa á konung, en samt segir konungur við hann, þú veist Egill að það enga sætt frá mér að hafa. Og Gunnhildur drottning segir bara strax, heyrðu, akkur ekki að drepa bara Egil strax, manstu ekkert hvað hann búinn að gera. Hann búinn að drepa vinina, hann búinn að drepa frændur þína og jafnvel son þinn sjálfan og þetta bara bellibrögð sem hann að beita, hann að reyna að plata þig. Og Gunnhildur segir, við viljum ekkert heyra hérna neitt lof frá honum, þá leiða hann bara strax út og höggva hann. Þarna það sem Ari Björn grípur inn í og hann sér fram á að það bara að fara að drepa Egil. Þannig hann segir bíðið við, það að komið kvöld og hann segir, við skulum ekkert láta drepa Egil í kvöld því að náttvíg morðvíg. Og það sé lítilmannlegt að vera að drepa menn sem lauma nóttu til. Og konungur hann samt ekki þetta. Og hann segir, farðu með hann heim til þín og hann fara að lifa í nótt. Og nú spurningin hvort að þessi fagurgali Egils sé búinn að hafa einhver áhrif á Eirík konung. Hvort Ari Björn sé að nýta sér veiklyndi konungs. En þarna telur Ari Björn allt upp sem að raunin búið að gerast fyrir Egil. Hann bendir á að Haraldur konungur, pabbi hans hafi látið drepið Þórólf föðurbróður hans fyrir einhverjar kjaftasögur og í máli varðandi erfðamálin að þá hafi Egill ekki fengið að flytja mál sitt á þingi og það var búið síðan að drepa menn hans og rænað fé hans og fleira. Og svo var hann rekinn að landi og gerir útlægi. Þannig hann að mæla allir svona bót og grípa til varna fyrir Egil. En þá ákveðir að fara heim til Ari Bjarnar og nú segir Ari Björn, nú spurningin, nú þarftu bara að finna einhver leið til þess að sættast við konung og ég vil að þú vakir í alla nótt og þú átt að yrkja lofkvæði Eirík, 20 drápu, þar segja kvæði sem eru 20 erindi og þú skalt
semji þessa drápu og svo skaltu koma til konungs og flytja hana fyrir honum daginn eftir. Og þetta ákveðið og Egill ákveður að reyna þetta og Ari Björn fer og svo miðnætti kemur hann tilbaka og spyr Egill hvernig gangi. Egill segir að gangi bara ekkert að yrkja drápuna því að það sé alltaf einhver þarna, það sé einhver svala, einhver fugl þarna við gluggann sem sé búin að klaka og trufla hann alveg alla nótt svo hann hafi ekkert næði. Nú Ari Björn hann fer þarna fer út í glugga og horfir þarna út og hrekur þarna fuglinn burtu og sér hann fara í burtu og þá sér að þetta ekki venjulegur fugl. Þetta það sem kallað hamhleypa. Þetta greinilega einhver persóna sem hefur brugðið sér í líki eða gervi fugls. Og hver líklegastur til að hafa gert það? Jú, það einhver sem býr yfir og ræður yfir göldrum. Það líklegast að þetta sé Gunnhildur. En þegar Ari Björn búinn að hrekja svöluna á burtu, þá yrkir Egill drápuna til enda.